Þá tekur til máls háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Birgitta Jónsdóttir. Forseti, ég vil byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni Margréti Tryggvadóttur fyrir hennar breytingartillögu sem var ekki neitt skoðuð í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, en við fengum 15 mínútur til þess að fara yfir hennar álit sem ítarlegt, og ég veit að þingmaðurinn hefur setið í allan dag til þess að skrifa þetta álit, en við erum að flýta okkur. Það eru allir á leiðinni í frí og kosningabaráttu, þannig að við getum ekki gefið alvarlegum ábendingum óyfirstíganlega þröskulda til að breyta nýrri stjórnarskrá gaum. Það er mjög sorglegt. En ég heyri það og tek eftir að flestum, en ekki öllum, það eru örfáir þingmenn hér sem láta sig þetta mál varða, og langar mig að þakka hér nokkrum þingmönnum sérstaklega fyrir samstarfið í þessu máli, og ber þar hæst að nefna háttvirtan þingmann Valgerði Bjarnadóttur og Lúðvík Geirsson háttvirtan, að sjálfsögðu Margréti Tryggvadóttur, og þeir eru ekki mikið fleiri sem hafa haft eins mikinn eldhug gagnvart þessu máli. Að sjálfsögðu hafa fleiri þingmenn komið að málinu, en ég hef fundið með þessum þingmönnum, og Álfheiður Ingadóttir háttvirt að sjálfsögðu, ég hef fundið með þessum þingmönnum að hjartað okkar slær af sambærilegum ákafa, og ég veit að við erum öll fyllt trega hér núna á þessari stundu. Mig langar jafnframt að þakka hæstvirtum ráðherra, forsætisráðherra Jóhönnu Sigurðardóttur, fyrir hennar baráttu fyrir þessu máli langa hríð, og margt það sem við fengum ekki í gegn. Það sem við glötuðum, tækifæri sem við glötuðum í dag, það kristallast í þessu hefti hér, frumvarp til stjórnskipunarlaga stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, einstakt ferli þar sem að þjóðin tók svo ríkan þátt í að skrifa nýja stjórnarskrá að það var hægt að segja, án þess að skamma sig fyrir það, að þjóðin skrifaði stjórnarskrá fyrir sig. Og okkar hlutverk hér á Alþingi var að veita tillögum stjórnlagaráðs brautargengi, en í stað þess voru byggðir þvílíkir þröskuldar að ég óttast að við munum aldrei fá svona plagg aftur til meðferðar hér á Alþingi nema eitthvað stórkostlegt gerist. Og ég held nefnilega, kæru félagar, að þessi dagur marki upphafið að einhverju sem Noam Chomsky skilgreindi sem failed state. Þessi dagur er miklu afdrifaríkari og örlagaríkari fyrir þjóðina en flestir gera sér grein fyrir. Ég sé að háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson brosir, og fleiri úr Sjálfstæðisflokknum. Þeir hafa náttúrulega náð fullnaðar sigri hér. Þeir hafa náð fullnaðar sigri, og ég óska þeim innilega til hamingju með þeirra þátttöku í að eyðileggja þetta merkilega ferli. Þeirra verður minnst, ekki bara hér, heldur víðs vegar annars staðar heim. Það má segja það að þegar ég fékk í hendurnar lítið kver sem Daði Ingólfsson okkur, sem var framkvæmdastjóri fyrir SANN, samtökum nýja stjórnarskrá, gaf út fyrir 2 árum síðan, lítið kver, og utan á því var lítið blóm, og þetta blóm var Gleym mér ei. Við höfum gleymt hlutverki okkar. Við erum hér ekki í neinu öðru hlutverki en að vera til hlutverki að vera fulltrúar fyrir þjóðina. Við erum hér til að þjónusta þjóðina.
Við höfum ekki getað, þessi stofnun hefur ekki getað breytt stjórnarskrá, gert heildstæða úttekt á nýrri stjórnarskrá eins og kallað var eftir þegar við fengum þessa sem við erum með núna í 70 ár. Ég er ekki tilbúin að bíða í 70 ár. Ég hafði mikla trú á því að sá eindrægi vilji breytt samfélag sem að hér var ekki bara út á götum, heldur gleymum ekki hvað hátt hlutfall þjóðarinnar studdi mótmælin. Það var gerð skoðanakönnun og 90% þjóðarinnar studdi mótmælin. Gleymum því ekki. Ég þykist ekki eins og hv. þingmaður Bjarni Benediktsson hélt fram hér í ræðu í dag, tala fyrir munn þjóðarinnar. Það hef ég aldrei gert. Ég aftur á móti minni á að 70% þeirra sem að mættu á kjörstað 20. október greiddu þessum drögum að nýrri stjórnarskrá atkvæði sitt, treyst okkur til þess að klára ferlið þannig að þetta myndi ekki enda eins og er enda í dag. Við höfum brugðist þeim. Við höfum brugðist þessum 70% landsmanna sem að treysta okkur. Og ég veit það og hef heyrt það og ég hef séð það hérna í þinginu, hvernig fólk hefur litið á mig sem eitthvað frík fyrir það að vera með tilfinningar út af þessu máli. Og margir hafa gert grín að mér og fundist ég vera einfeldningur. Ég vil frekar vera einfeldningur heldur en að eiga hesta. Ég vil frekar vera einfeldningur heldur en að svíkja mína huldu mey. Mér langar að enda þessa ræðu og mín lokaorð á þessu þingi með að lesa eitthvað sem ég las hérna fyrir 2 árum síðan og fyllti mig svo miklu stolti. Og núna þá veit ég að út af því að ég klökk að margir sjálfstæðismenn munu gera eins og síðast þegar ég var klökk hér, hlæja því. Því það er svo kjánalegt. Það var á Facebook hjá vinum ykkar. Og ég vona að þið hlusti vel. Því að þessi orð, þessi sáttmáli þjóðarinnar eftir allt sem við höfum gengið í gegnum, ekki bara í þessu hruni, öllum hinum hrununum sem við erum búin að fara í gegnum, hann er svona. Og mér langar líka að þakka öllum, hverri einustu mannesku sem kom að því að gera þetta merkilega plagg. Mér langar til þess að skora á fólk að láta ekki þennan 40% þröskuld eyðileggja þetta mikilvæga ferli til þess að ná fram því sem að við viljum vera. Hvers konar þjóð viljum við vera? Aðfaraorð. Við sem byggjum Ísland viljum skapa réttlátt samfélag þar sem allir sitja við sama borð, ólíkur uppruni okkar auðgar heildina og saman berum við ábyrgð á arfi kynslóðanna, landi og sögu, náttúru, tungu og menningu. Ísland er frjálst og fullvalda réttaríki með frelsi, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi á hornsteinum. Stjórnvöld skulu vinna að velferð íbúa landsins, efla menningu þeirra og virða margbreytileika mannlífs, lands og lífríkis. Við viljum efla friðsæld, öryggi, heil og hamingju á meðal okkar og komandi kynslóða. Við einsetjum okkur að vinna með öðrum þjóðum að friði og virðingu fyrir jörðinni og öllu mannkyni. Í þessu ljósi setjum við okkur nýja stjórnarskrá, æðstu lög landsins sem öllum ber að virða. Forseti biður hljóð á þingpöllum.